erum semst að reka hérna gistihús og búin að gera það núna í 30 ár. Við erum með 43 herbergi. Á ársgrundvelli erum við að fá sem samsvarar svona milli 7.000 og 8.000 gistinætur. Öryggismálin þau skipta alltaf máli og ég held maður getur ekki skilið að frá svona rekstri vegna þess að við erum náttúrulega bara fólk að vinna með fólk. Við erum ekki að reka neina vélar. Þetta eru bara einstaklingar og það í raun skiptir öllu máli að þetta gangi smurt, starfsfólkinu líði vel, það sé öruggt í vinnunni. Okkar sýn á öryggismálin, við viljum rauninni bara koma í veg fyrir að eitthvað gerist sem hefur einhverja afleiðingar í för með sér. Við höfum gert áhættumat svona fyrir það sem við höfum talið vera kannski hættulegustu störfin. Það eru auðvitað í eldhúsið. Við erum náttúrulega með ofna og eldavélar í gangi og einsýsandi ræstingar og þrif. Við erum náttúrulega með, þó við notum fyrst og fremst bara vatn við þrif eins og við getum, þá eru náttúrulega alltaf kemísk efni í gangi. Við höfum gert áætlun og haft í rauninni lengi í gangi áætlun sem varðar viðbrögð við einelti, áreitni, hvort sem það er af hálfu gesta gagnvart starfsfólki eða starfsfólk gagnvart hvert öðru. Það sem við erum kannski ánægðast með í öryggismálunum og jafnframt það sem var allra einfaldast að framkvæma, það eru öll þessi handrið sem við settum upp hér. Að þetta kostar alveg sáralítið og það kom okkur svolítið óvart að það eru allir gestir að nota þetta. Það er alltaf gaman að ef einhver tekur eftir því sem að maður er að gera það vel gert og þetta, já, þetta kitlar bæði í hégóma girndina og hvetur mann auðvitað til að gera betur.